Heilir og sælir kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þetta er þáttur númer 106 eða viðtal númer 106 og þar að auki eru líka komnir út 36 heilsumólar. Þannig að það er nóg efni að hlusta á ef þú ert nýr hlustandi. Í þætti dagsins þá fékk ég til mín fyrrum nemanda, Sölva Frey Valdimarsson, sem er nýútskrifaður dúx úr menntaskólanum við Hamrahlíð. En Sölvi vigtist á mjög dularfullan hátt þegar hann var í 10. bekk og eftir að hafa gengið á milli lækna og annarra fagmanna, þá fann hann loks bót meina sinna eftir 10 kvalarfulla og mjög krefjandi mánuði sem hann segir okkur frá í þessu viðtali. Hann stefnir nú sjálfur á nám í læknisfræði og í PDTR meðferðinni sem var meðferðin sem bjargaði honum og hjálpaði honum að ná heilsunni aftur. En í dag er hann vitur umfram árin sín, ef svo má segja, af því að þessi lífsreynsla hefur þroskað hann heldur betur og það er svo fallegt hvernig hann segir okkur frá því í lokin hvað heilsa er fyrir hann. En áður en við förum yfir í viðtalið þá langar mér bara að örstutt að þakka samstarfsaðilunum mínum sem eru Spíran, Virkja, Heilsuhillan og Þín fegurð snyrtistofa á annarri hæð í firðinum í Hafnarfirði. En ég segi örlítið frá þeim líka í lok þáttar. Og ég er svo ótrúlega þakklátt fyrir fyrirtæki sem að sjá hag sinn í því að styðja við það að bæta heilsu þjóðarinnar og hjálpa mér að búa til efni til þess að valdefla fólk og gefa ykkur aukna þekkingu til þess að bera ábyrgð á eigin heilsu. Því að jú, við erum með lífið í lúkunum, það er nú bara þannig. En þá er bara komið að þessari mögnuðu lífsreynslu sögu frá honum Sölva. Gjörið þið svo vel. Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Hjá mér í dag er góður gestur en það er fyrrum nemandi minn við menntaskólan við Hamrahlíð, Sölvi Freyr Valdimarsson. Vertu velkomin. Takk fyrir að hafa mig í þáttinn. Já, og það er nú ekkert oft sem að ég er með svona unga viðmælendur, þannig að mér þykir ótrúlega skemmtilegt. Já, einmitt. Heldur að ég sé yngsti gesturinn Þú eða ert hvað? næst yngstur. Já, Magnús Máni Magnússon var yngsti, hann er 15 ára. Já, ok. Já, en ástæðan fyrir því að ég bauð þér í viðtal er nú einfaldlega bara svo að við vorum í fjallgöngu áfanga í fyrra. Já, einmitt. Og þú sagði mér mjög áhugaverða sögu. Sem er sönn, þannig að ekki saga. Saga hljómar ótt eins og þessi ekki. En þú sagði mér bara svo ótrúlega merkilega þitt lífslaup. Já, að mér langaði að fá þig í viðtal til þess að bara svolítið segja frá þessu að því að ég hugsaði á sínum tíma að ég held ég hafi verið að spyrja ykkur sem var að útskrifast hvað þið ætlið að gera eftir útskrift og svona. Já, einmitt. Ég var með svona svaraði pínu, óvenjulegu svari. Akkurat það sem ég ætlaði að segja. Þú varst með svo þroska svar og ég hugsaði bara hvað fær nemanda sem ertu 19 eða 20? 19 á 20. ári. Styttist í 30-aldurinn. Já, einmitt. Hvað fær svona ungan einstakling svona til þess að vera með svona þroskað hugafar, hugsaði ég. Já. Og þá kom nú heldur betur ljós þegar þú sagði mér síðan alla söguna. Þannig að mér langar svolítið að leyfa þér að deila þessu með fleirum, með hlustendum mínum. Einmitt. En kannski bara byrja að spyrja hver er þú, hver er Sölvi? Já, ég er nú bara, ég myndi segja bara frekar venjulegur strákur úr Kópavoginum. Ég bara hafði alltaf allavega svona á yngri árum bara gaman að tölvunni og var ekkert eitthvað mikið að spá í lífinu dýpra en það, bara að mæta í skólan og eins og flestir krakkar bara eins og flestir krakkar. Ég var ekkert að, en síðan lendi ég í
svolítið svakalegum atburð þegar ég var í 10. bekk. Þá veiktist ég alveg á rosalega dularfullan hátt sem að bara enginn skildi neitt í. Og þá svolítið Hvernig byrjaði þetta? Svolítið fór ég að spá í hlutunum. Sko þetta byrjaði bara á því að það var bara frekar venjulegur dagur. Ég var bara eitthvað búinn að vera í skólanum og eitthvað. Nei, ég var reyndar búinn að vera lasinn. Búinn að vera lasinn bara almennt kvef. Þetta var þarna stutt eftir COVID, þannig að maður var svona óvanur því að vera búinn að vera í kringum allt í samfélagi mannanna. Já, ónæmiskerfi voru veikara kannski Já, aðeins. ónæmiskerfi voru veikara, þannig að maður var alveg svona svolítið kvefaður stundum. Og ég var bara búinn að vera eitthvað að læra heima, bæta upp það sem ég náði ekki að gera í skólanum og síðan bara kvöldi var ég bara eitthvað í tölvunni. Þá bara allt í einu fæ ég bara eitthvað hausverk sem ég spá ekkert í og sem alveg frekar óvanalegt fyrir mig því að ég fekk ekkert oft hausverk þannig séð. Kannski ef ég borðaði ekki mikið yfir daginn og eitthvað. En þetta var kom mér rosalega óvart. Og síðan bara leið kvöldi, ég bara hætti í tölvunni og fór bara eitthvað að spjalla við foreldra mína og eitthvað, spá þessu. Og síðan daginn eftir þá bara hélt ég áfram, bara mínu venjulega lífi. En þá kom samt þessi hausverkur aftur svona í lok dags. Og þetta hélt svolítið áfram að gerast bara næstu daga. Alltaf á kvöldin? Alltaf á kvöldin, svona seinnipartinn eftir heilan dag. Og síðan bara svona eftir því sem að leið á vikurnar, þá kom þetta alltaf fyrr og ég skildi ekkert í þessu. Ég fór svona fljótt að tengja þetta við að horfa á tölvuskjái. Og það var einhvern veginn að kviknaði strax einhvern veginn sú hugmynd. Ég var náttúrulega í tölvunni þegar þetta gerðist og eitthvað. Fljótt tengdi það saman að þetta væri nú sennilega bara að ég væri að fá bara eitthvað svona hausverk bara við það að horfa á þetta bláa ljós í skjánum. Og síðan bara heldur það áfram allt saman, bara lífið. Og ég bara eitthvað að Hvað myndirðu segja þetta hafi verið langur tími? Já, þetta er svona í októbermánuði sem að þetta er eina sem að er að hrjá mig. Síðan bara strax í nóvember þá er ég bara búinn að taka það ákvörðun að ég bara þarf bara að sleppa því að horfa á bara skjái almennt. Ég bara reyna að forðast þá bara eins og ég get. Sem að er samt það er bara rosalega erfitt, maður áttar sig ekki á því, en það eru skjáir út um allt. Þetta er bara orðinn eðlilegur partur af lífinu okkar. Bæði síminn og tölvan og auglýsingaskjá. Og líka auglýsingaskiltin, þau áttu nú heldur betur að valda með miklum erfiðleikum síðan meir. En fannstu, minnkaði einhvern tímann þessi hausverkur eða hélt hann bara alltaf áfram? Þetta var alltaf þannig að það var svolítið eins og við það að, sofa. Við nýjan dag, þá svolítið endurræstist þetta. Og ég fann það fljótt að því ég var aðeins byrjaður að kíkja í ræktina á þessum tíma. Ég fann það fljótt að það að fara í ræktina, það gaf mér alveg smá pásu. Frá þessu og ég einhvern veginn svona, hvort það hafi verið bara að ég gleymdi staðstund eða fékk þessa útrás eða eitthvað. Þannig leið betur að hreyfa þig. Við það þá, eins og oft þá, ég tók bara fljótt eftir að það var, ég var kannski í ræktinni búinn að vera að lyfta og síðan sá ég eitthvað skjá og ég fann ekki fyrir því þá, eins og ég hefði gert annars, Og mér fannst þetta líka einhvern veginn svona, fá hvíld og laga hausverkin við það að vera í ræktinni. En síðan er svolítið svona það sem að,
var svolítið svona aðalþema í þessu öllum veikindum hjá mér að stuttu eftir það þá náttúrulega ég byrjaði bara minna að gera, hættur að geta verið að horfa á YouTube og svona sem að ég var alveg duglegur að gera þarna fyrir. Þannig að þá reyni ég að vera duglegur í ræktinni og að gera alls konar, hlusta mikið á tónlist, hlaðvörp og þannig. Og þá bara strax í nóvember, þá bara allt í einu finn ég eitthvað verk bara í bakinu. Okay. Það eitthvað að taka berkpressu. Og þá einmitt það bara svona svipað verkur að hann bara kemur alltaf aftur. Hverjum einasta degi. Á sama stað, sama tíma? Já, sama stað og þá bara eitthvað svona strengur í bakið bara svona. Og þetta, og síðan ég að hlusta mikið á tónlist og eitthvað og í lok nóvember þá bara lendi ég í því að ég bara að hlusta á eitthvað tónlist og bara allt í einu þá finn ég bara svona verk í kinnunum og bara hann heldur áfram og ég finn bara ég þarf að slökkva á þessari tónlist og geri það og eftir það þá ég bara finn fyrir sársauka við það líka. Að hlusta? Að hlusta. Var það bara ef þú varst að hlusta á eitthvað, þú veist, í heyrnartækjum eða líka bara einhver var að tala við þig? Það nefnilega það sem var svo merkilegt, sko, að þetta var eins og þetta væri eitthvað svona óþol fyrir tækni almennt. Ég fann þetta bara að það kom úr hátalara. Já, ókei. Þú veist, ég veit ekki hvernig það stenst, en það var bara eins og ef það var að koma úr svona spíker, úr tölvu, þá triggaði þetta, en annars ekki, sko. Já. Og eftir að ég hætti að geta hlusta á tónlist, af því að maður bara reynir að redda sig, maður finnur sér eitthvað að gera. Já. Þá byrjaði ég að vera duglegur að lesa, ég var alltaf að lesa, ég las bara meira minn alla Lukku-Láka bækurnar, alveg ótrúlega skemmtilegt. Já. Kynntist þeim alveg mjög vel þarna. Þetta þá, hvað liðin langur tími frá fyrstu einkennum? Já, það var held ég bara 1. október. Þetta síðan fæ ég í lok nóvember, þá byrja ég að finna fyrir í kinnunum. Þá er ég búinn að leita til heimilislæknis og byrjaður á einhverjum mígrenislyfjum fyrir hausverknum sem einhverjum beta-blokkurum. Og virkaðu þau? Ekki neitt, sko. Það var bara alls ekki, sko. Ég fann engan mun á því og ég hélt áfram og þú veist, einhvern tímann í desember þá þú veist, bættu við skammtinn og eitthvað á þessum lyfjum og það skilaði engu, sko. Síðan gerði svolítið merkilegt í desember. Þá var ég búinn að vera að lesa mikið og ég var eitthvað að lesa fyrir pappa. Það var eitthvað svona sem ég í skólanum alltaf svona að lesa og skráða niður, eitthvað svona dæmi. Heimalestur. Ég var bara að gera það. Og þá sagði pabbi við mig bara eitthvað svona, heyrðu, þú þarft nú að passa þig að lesa ekki alltaf mikið samt. Bara út af þessu öllu saman. Og þá var bara eins og að bara kviknaði eitthvað í mér. Og ég bara fann bara svona hausverk. Og bara eftir það, þá byrjaði ég að finna hausverk líka fyrir því að lesa. Þannig að ekki hort, ekki hlustað og ekki lesið. Ekki lesið. Það var bara við það að horfa á bókstafi, þá bara, og náttúrulega fyrst, og þetta er alltaf þannig, fyrst var þetta þurfti ég að lesa rosalega lengi, en síðan bara við það að bara vera til, þá bara það er rosalega erfitt að horfa fram hjá öllum stöfum sem maður sér í lífinu. Þá alltaf þurfti ég að gera þetta á endanum, skilurðu. Og það var eins og við það þá versnaði þessi einkenni. Það má kannski lýsa við svona sár sem að grær og síðan svona hrúður sem að grær á því. Og við það að hvort sem það var að lenda í skjábirtu eða í hátölurum eða eitthvað svoleiðis eða lesa, þá svona var eins og það var kroppa af sárinu, allt hrúðurinn og sárið stækkaði, skilur. Þannig að þá var maður komið svolítið á upphafsreit aftur.
og þetta síðan bara hélt áfram og ég bara alltaf hægt og rólega versnaði þetta og versnaði og síðan voru náttúrulega bara þessir eðlilegu hlutir sem maður þurfti samt að gera, þú veist, síðan voru bara komin jól, skilurðu. Varstu að mæta í skólan? Það nefnilega, það dróst alveg rosalega mikið úr því að þú veist, þegar ég var til dæmis, þú veist, þegar þetta var bara svona vægt óþol fyrir skjá, þá alveg gat ég mætt í skólan, þá bara svona, það var eitt skjár einhvers staðar, þá þurfti ég bara svona að labba á göngunum og horfa fram hjá honum. En síðan náttúrulega bara varð ég of viðkvæmur og bara, ég meina það var bara erfitt að þurfa að flýja frá öllum samnemendum sínum. Það var náttúrulega bara skólar það var náttúrulega bara símar sem allir krakkarnir voru með á skólagöngunum og þannig. Þannig að þetta var ekkert hægt. Þannig að það var einmitt þarna, ég mætti eiginlega ekkert í desember og síðan þá í janúar þá byrjaði ég bara í sérkennslu. Þá bara mætti ég í eitthvað smá tíma þarna. Og þá var það bara í íslensku, það var held ég bara einu sinni í viku eitthvað, íslenska, enska og stærðfræði. Og það var annað sem var rosalega merkilegt, sko, var að það var eins og ég þoldi að horfa á tölur í svolítið tíma. Já, ég þoldi að horfa á tölur, ekki bókstafi. Þannig að ég gat, það var allavega í janúarmánuði, þá þurfti íslensku og enskukennari, þau þurfti að lesa allt upp fyrir mig og allt þannig. En ég gat reiknað samt. Áhugavert. Og það gekk í svolítinn tíma, en síðan náttúrulega bara eins og gerðist á endanum. Mér minnir það var oft, þú veist, maður var alltaf að reyna að finna einhverjar lausnir. Það var svolítið bara, maður vill ekki vera svona. Þannig að það var endalaust og verið að spyrja kerfið og þannig. Og hvað prófuðu þið? Við fórum til svo mikið af sérfræðinga. Á þessum tíma, þú veist, í janúar þá vorum við búin að leita til heimilislæknis. Síðan og hann vísaði okkur á barnalækni. Það er alltaf verið að vísa á milli endalaust. Hún var alveg viss að þetta myndi allt saman ganga upp og hann var alveg viss. Hún einmitt gaf mér þetta lyf. Já, ég skipti síðan yfir á annað mígrenslyf. En voruð þið líka búin að prófa einhverja óhefðbundnar lækningar á þessum tíma? Það var, við vorum ekki farin út í það á þessum tíma. Það voru bara 3 mánuðir liðnir og við vorum bara, ég var svo á þessum tíma því að þú veist, ég var kannski ekkert búin að fá neina reynslu á læknum, en ég hugsaði mig bara, heyrðu, já, læknar, þeir eru nú kallar sem að vita ýmislegt. Ég myndi nú halda að þeir gætu eitthvað að redda þessu. En svo var ekki, sko. Síðan fór ég hérna í desember, þá fór ég til taugalæknis. Og einmitt þá skipti ég yfir á önnur mígrenslyf hjá honum og það bara virkaði líka ekki. Það bara gekk ekki. Þetta var stærra heldur en eitthvað lyf gat lagað, sko. Voruð þið þá bara alltaf að reyna að leita að, sko, einhverri greiningu eða í raun og veru að leita að upptökunum eða ástæðunum? Fyrst var ég bara greindur með mígreni, þannig séð, skilurðu, bara því að hausverkur. En það kom samt alveg fljótt í ljós að þetta var ekki það. Þetta var eitthvað svona, þetta var, að ég allavega, þú veist, hugsa það eftir, þetta var svolítið svona taugakerfið í heild sinni. Akkurat, sem kom svo í ljós. Sem að kom í ljós, sem að, þú veist, útskýrir það að því að mígrenslyf, þetta er bara eitthvað sem á að draga úr hausverk, skilurðu. Þetta er ekki að laga veikt taugakerfi. En hvenær fyrst byrjuðu þið að fatta þá eitthvað hvað var í raun og veru að? Hvað er þá liðinn langur tími?
það náttúrulega við áttuðum okkur ekkert á því fyrr en ég fékk bara þessa skyndilausn. Ok. Og Sem að þú ætlar að segja okkur frá. Já, einmitt. Á ég að klára Já, klárum tímalínuna, endilega, jú. Ég klára tímalínuna. Komin í janúar. Ég komin í janúar og þá allavega sko í janúar þá bara hélt þetta áfram og þá einmitt pröfuðum við eitthvað að lesa þú veist, með einhverjum svona glærum, lesa einhverjum svona þú veist, þetta eitthvað sem notað fyrir lesblinda og svona eitthvað svona sem að litar allt saman gult og eitthvað svona. Yeah. Og ég pröfaði það og mér fannst það ganga rosalega vel og ég var búinn að vera bara rosalega mikið búinn að passa mig á lestri og allt þetta og ég var orðinn alveg frekar góður hvað varðaði hausverk á þessum tíma. Og ég pröfaði þetta, lét reyna þetta. Mér fannst þetta ganga svakalega vel og ég las örugglega í 2 mínútur eða eitthvað sem var alveg met þá á þeim tíma sko. En síðan bara kom þessi hausverkur skilur aftur og þá hafði ég bara eyðilagt þennan forða minn. Þá var það ekki þessa glæru eða neitt. Það var ekki þessar glærur sem að höfðu valdið. Þá var ég bara búinn að hvíla mig. Já, þannig að, já. Og síðan ef ég nota þessa sárviðlíkingu, þá bara var ég búinn að kroppa allt hrúðrið af sárinu. Og byrja að blæða aftur. Byrjaði að blæða aftur. Og þá bara aftur breytur 0. Og þá versnaði þetta aftur og þá einmitt hætti ég að geta tölurnar líka. Og síðan bara að leita þetta. Í febrúar þá byrjuðum við svona að leita til óhefðbundnara lækningaraðferða meira af því að þú veist, það var komið, ég var búinn að pröfa 2 mígrenslyf og læknandi voru rosalega hægir með að þetta var alltaf stanslaus bíða til að fá næsta tíma. Og þú þoldi bara ekkert áreiti? Nei. Varstu þá bara einn inn í myrku herbyggi eða hvað? Það bara lá við sko. Á þessum tíma þá var þetta ég man nú ekki alveg, á þessum tíma þá gat ég nú alveg, þú veist, ég gat alveg farið út skilur því þetta voru bara þessi skjáir og þannig að dagsbirtan var alltaf leið? Dagsbirtan var alltaf leið, þetta voru bara þessir hlutir sko. En náttúrulega leið og ég var kominn með hausverkinn út af því, þá var ég viðkvæmur fyrir hinu. En valdurinn var alltaf þessir hlutir sko. En ég var rosalega duglegur að fara bara í göngutúrum með pabba mínum, bara í Kópavogsdalnum. Fór rugla á hverjum degi, jafnvel oft á dag sko. Það var alltaf, maður svona, og við það er svona, eitt sem að ég tók eftir var að við það að sleppa öllu þessu, þá svona verður maður svona, tekur maður betur eftir hlutunum í kringum sig einhvern veginn. Eins og þú veist, ég bara á þessum tíma þá áttaði ég mig bara á því, heyrðu, já, vá, nágrannahúsið mitt, það er búið að mála, það er annar litur á því heldur en það var alltaf. Þá var þetta bara eitthvað svona sem ég spáði ekki í. Og einmitt, þú veist, og það var eitthvað, og líka einhverjar viðgerðir sem voru búnir að gera hjá húsinu hjá ömmu minni sem að ég bara tók ekki eftir. Hvernig himinin er á litin og hvort það sé snjór í Esjunni eða hvað sem er, skilur við. Maður spáir þegar maður er ekki bara alveg í sínum tækniheimi sem við erum svolítið föst í. Þín kynslóð eða bara öll? Já, bara bæði og sko. Þegar maður tekur sér smá pásu frá því þá svolítið svona sér maður heiminn oft í öðru ljósi og ég heldur betur tók eftir því þarna sko. Þegar ég var bara, gat ekki einu sinni lesið sko, þá horfir maður annars staðar í kringum sig sko, heldur niður í bók. Þannig að þú varst þvingaður í núvitund? Já, það má eiginlega segja það sko. Ég var svolítið þvingaður í núvitund. En þarna í febrúar, þá eins og ég var að segja, þá svolítið byrjuðum við að spá í öðrum lausnum. Já. Fór meðal annars til það var mælt með einhverju konu, það er svo mikið af mögnuðum hlutum þarna úti. Ég man þetta nú ekki alveg. Það var eitthvað svona kona sem
Þú veist ekki að nefna nöfn, en Nei, hvað var nákvæmlega. gert? Það var eitthvað svona tæki, mér meina maður svona hélt í það, og út frá þessu tæki þá gat hún fengið svona fullt af einhverjum upplýsingum mig. Eins og hún til dæmis, hún sagði bara eitthvað svona, já, heyrðu, út frá þessu, já, þú ert örugglega með kynhólfubólgu. Og það var, ég var búinn að fara í eitthvað X-ray og það var búið að koma í ljós að ég var með kynhólfubólgu. Þannig að hún gat bara séð. Og hún var með eitthvað svona, og einmitt mældi með einhverjum bætiefnum. Ég var keypti eitthvað fullt af bætiefnum til þess að taka í vonum að það myndi gera eitthvað. Og hún mældi með því að ég myndi kíkja til naprapats. Það sem er svona, það er svolítið eins og kýrópraktor sem er að vinna með taugakerfið. Og ég Þess að blanda kýrópraktor, sjúkraþjálfara og osteópata. Já, einmitt. Naprapati. Einmitt, naprapati. Og hún allan mældi með því og þannig að við bara þú veist, bókuðum tíma við það og nú reyndar alveg mikil bið í það. En ég fékk á endanum tíma þar. Það var nú held ég ekki, það var nú ekki fyrr en í mars. En ég pröfaði það líka og það var einmitt, þá voru við svona aðeins komin held ég nær. Það voru aðeins komin á sporið með svona. Og hjálpaði það aðeins? Mér fannst það alveg hjálpa aðeins, sko. Já. Hvað var verið að gera það við þig? Það var bara svona allskyns, það var rosalega svona skrýtnar æfingar. Það var bara svona alls konar, og náttúrulega verið að braka í manni tímum, en síðan fékk maður svona æfingar. Það var bara svona alls konar eitthvað svona, bara svona til þess að æfa taugakerfið, þú veist. Maður var að standa á einum fæti með lokuð augun og snúa og þú veist, gera svona endalaust merki með hendinni og alls konar og labba í beinni línu með lokuð augun og eitthvað svona, bara svona alls konar eitthvað svoleiðis. Mér fannst það alveg, ég var ekki frá því að það væri að gera eitthvað smágagn, sko. Já. Á hvaða hátt þá? Þú veist, var það þá meira hausverkurinn? Já. Þoldirðu bara meira áreiti? Það var eiginlega bara svona það að mér fannst ég svona ná endurbótum eftir bakslög. Já. Aðeins hraðar. Fljótari tilbaka. Það var svona, ég tók eftir þegar ég var búinn að vera kannski í 1-2 mánuði hjá honum, þá allan fannst mér þegar eitthvað slæmt, þú veist, þegar ég fékk bakslag, bara sem að gerðist svo ótrúlega oft, sko, bara út af alls konar hlutum, út af fárlegustu hlutum, sko, þá fannst mér að ganga tilbaka aðeins hraðar heldur en það hafði áður gert, sko. Og það var einmitt, hélt ég áfram samt að leita til læknanna líka. Og það var bara mælt með því að ég myndi fara í MRI. Já. Sem er skanni. Já, það var bara næsta skref hjá læknisfræðinni. Það var bara eina sem þau gátu gert og þau voru alveg harðar á því, það var ekkert annað. Já. En það var náttúrulega, það var meira en að segja fyrir mig sem var með óþol fyrir hljóði. Af því að ég held að MRI-tækið á Landspítalanum sé bara, það er yfir 100 desibel og maður þarf að vera inn í lokuðu rými í meira en klukkutíma held ég. Þannig að þetta varð svakalegt dilemma hjá okkur. Þannig fórstu þá aldrei í það? Það er nefnilega, sko, við vorum alveg rosalega lengi að ákveða þetta, sko. Er það þú og fjölskyldan? Já, bara ég og fjölskyldan mín. Fyrst var ég bara, já, ég get þetta alveg, en síðan bara útskýrði mamma mín fyrir mig hvernig það var. Þetta er alveg rosalega mikill hávaði bara í verulega langan tíma. En þetta var það eina sem læknarnir gátu gert næst, þannig að á endanum þá bara ákváðum við að fara þá endum við á því bara að ég yrði svæfður. Við myndum gera það þannig. Það er bara þannig? Já. Af því að ég meina ég bara, þú veist, ég var svo, þú veist, ég fékk alltaf þessi bakslög við það að. Þannig að ef ég hefði þrjóskast við í gegnum sársaukinn í klukkutíma, Guð má vita
hverjar afleiðingarnar hefðu orðið, skilurðu. Þannig að þetta, en samt sem áður þá var þetta samt mikil dilemma og áhætta af því að ég var ekkert viss að að þessi svæðing myndi svæfa mig nóg til þess að ég myndi samt ekki skynja þetta innst inni og að þetta myndi versna. Hvað kom svo út úr þessu? Já, en sem betur fer, þá þegar ég vaknaði eftir svæðinguna, þá var ég ekki kominn með hræðilegt bakslag. Okay. En það er eitt samt sem að má nefna, sem að er svolítið áhugavert, að þegar ég var að vakna úr svæðingunni og ég var það lyfjaður að ég man sjálfur ekki eftir þessu. Ég var bara eitthvað að blaðra eitthvað dýr sem voru á veggnum og eitthvað. En síðan flaug flugvél yfir. Það er náttúrulega stutt í Reykjavíkurflugvöll frá Landspítalanum. Og þá bara kipptist ég við og hélt fyrir eyrun. Þrátt fyrir að vera bara þó ég hafi verið algjörlega uppdópaður. Þannig að það segir manni hversu innbyggð þessi varnarviðbrögð og þessi hræðsla sem ég var búinn að mynda við þessu öllu saman voru orðin. Að ég spáði þessu þrátt fyrir að muni ekki einu sinni eftir þessu, sko. Var einhvern tímann einhver farin að halda að þetta væri bara eitthvað andlegt? Andleg? Það alveg kom upp, sko. Við alveg spáðum eitthvað í því og mér finnst mjög líklegt að þetta hafi verið andlegt að stórum hluta til, sko. En síðan náttúrulega er það þannig bara að, heilinn er líffæri og þó að við hugsum hluti sem andlega og líkamlega, þá erum við bara ein heild og við erum bara, heilinn er alveg jafn mikið líffæri eins og lifrin, sko, og hann getur ekki síður verið í einhverju brengli, skilurðu. Og þá ekki að það er alveg, mér finnst andlegir, allan eftir þetta, þá bara finnst mér andlegir sjúkdómar vera alveg bara, mér finnst þeir ekkert vera öðruvísi heldur en líkamlegir sjúkdómar, maður á ekkert að hugsa það öðruvísi. Þannig ég hugsa, en mér finnst mjög líklegt að þetta veri samblanda af báðu, sko. En já, en þetta blessunarlega séð gekk en hins vegar fannst ekkert á þessu MRI. Ég var bara með alveg eðlilegan heila samkvæmt myndunum og læknarnir þeir gátu ekkert gert með þessar upplýsingar. Og síðan náttúrulega leið bara fullt af tíma, ég held ég hafi farið í Naprapat, ég var í Naprapat á þessum tíma og eitthvað. Síðan var næsta sem að læknisfræðin mældi með, það var að fara að taka gabapentín, sem er svona taugadeyfandi efni, taugadeyfandi lyf. Hvað erum við komið langt? Það var í mars. Það var í mars, já. Það er eftir að ég er búinn að fara í MRI og þá er það bara svona það næsta. Og ég er hjá þessum Naprapat, hann mælir alveg mikið á gegn því að fara í taka gabapentín af því að þetta hægir á taugaboðum, skilurðu. Það er hugmyndin með þessu að þú ert með sársauka og þú tekur þetta og þú gerir taugarnar óvirkari þannig að þeir senda síður boð sársaukann. Þetta er engin lækning. Þetta er bara plástur, kannski. Þetta er plástur, sko. Og ég á endanum, af því að það er svolítið þannig, sem er svolítið leiðilegt þegar maður allavega mín upplifun hjá læknum, það var alltaf bara einn hlutur sem kom til greina. Það var engar aðrar hugmyndir, það var alltaf bara einn hlutur í einu sem maður átti að prófa. Það var bara einu hlutur sem kom til greina gæti verið fyrst, það var ekki seinasti hlutur, skilurðu. Og á þessum tíma var það gabapentín og ég var bara alveg strand
í, í heilbrigðiskerfinu ef að ég þrjóskaðist við og ákvað að taka ekki gabapentin. Þannig að á endanum þá bara ákvað ég að gera það. Og bara stuttu eftir það, þá bara lendi ég í einhverjum svona áreitum eins og ég var alltaf að lendi í. Þú veist, ég fór til einhvers heilara, ég var líka byrjaður að gera það. Það var bara eitthvað, síminn hringdi ógeðslega oft. Þú veist, hún var ekki með slökkt á símanum. Þú veist, það var bara víbringur en það var ekki sjálf símhringingin. En það samt alveg fór virkilega í mig og ég spennaðist upp og þú veist, ég lendi í einhverju fleira. Þú veist, það voru einhverju ökutæki sem að mættu mér þegar ég var í göngutúr, skilurðu, og eitthvað svoleiðis, sem að ég var bara alltaf að lendi í, skilurðu. En á þessum tíma þá var bara eins og það gekk ekki tilbaka eins hratt eins og það gerði áður. Þannig það varð eiginlega verra? Það varð verra. Og fyrst skildi ég ekkert í því að því að þú veist, þetta var eitthvað svona sem ég fannst hafa skánað við að vera hjá Napraplat, þetta svona recovery, þessi endurhæfing eftir að fá bakslag. Og það var svona eftir 10 daga sem ég áttaði mig á því að þú veist, þetta bara byrjaði að gerast eftir að ég byrjaði að taka þetta gabapentin. Þá bara einhvern veginn og þetta meikar alveg sens að því að þú veist, að því að þá ég að hægja bara á öllu ónæmiskerfinu sem að taugakerfinu sem að veikt fyrir og það ennþá hægara að bregðast við. Þannig að þetta er svona dæmi rosalega öfugsnúna lækningar. Hvað varstu lengi á þessu lyfi? Gafstu þessu séns? Ég átti að vera á þessu í mánuð eða eitthvað en ég endist bara í 10 daga. Þá síðan bara hætti ég að því ég fann það bara hvað ég versnaði. Og eftir að spá í þessu, bara hvernig þetta lyf hafði slæm áhrif á mig, þá fórum við svona aðeins að horfa á þú veist dagatali, dagsetningar á öllu. Þá áttaði ég mig á því að eftir að ég bara stutt, það voru einhverjir 10 dögum eftir að ég byrjaði að taka mígrenslyfið, þessa beta-blokkara, þá byrjaði ég að finna fyrir þessum verkjum í heyrninni. Þannig að maður veit aldrei sko. Og síðan við fórum líka bara að spá í þetta og það var líka sko eitt sem við áttum okkur á var að 10 dögum, það var líka 10 dögum fyrir að áður en þetta byrjaði upphaflega, það hefði ég farið í bólusetninguna. COVID-sprautuna. Seinni COVID-sprautuna. Ég hefði farið lasin í hana. Ég var lasin og fór í hana. Er það einhverjar kenningar að það geti hafa triggerað? Mér finnst það alveg mjög sennilegt sko. Og ég er engin anti-vax manneskja sko. Ég er alveg styð bólusetningar. Það er bara hafa bjargað fullt af fólki en mér finnst mjög líklegt að bólusetningin hafi spilað inn í þetta. En hafðirðu orku alltaf? Varstu ekkert svona eitthvað þreyttur eins og fólk sem fær COVID? Það er nefnilega málið sko, af því að þetta er svona, þetta margt af þessu minnir rosalega mikið á long COVID og ME-sjúkdóminn og svona, bara mínus þreytan. Af því að ég var aldrei þreyttur eða neitt, en það er þetta sama sem að fólk lýsir sem er bæði með long COVID og ME og þetta, að það er svona eins og að sé eitthvað svona orkuforði. Þú átt bara viss mikið á hverjum, bara skammt á hverjum degi og ef þú tekur á mikið, þá þarftu að vinna það upp.
Þá skuldar þá ertu í skuld, sko, þú þarft að hvíla þig heilu dagana, sko, sem að ég bara þurfti að gera. Ef þú þurftir að gera það, bara út en- af áreitinu. Bara út af áreitinu, en þá var ég alveg hress, skilur, og þannig séð, en ég var bara verkjaður, skilur, og það var, þú veist, á þessum tíma, þá var ég byrjaður, þá var það einhver tíman sem að það gerðist bara að ég vaknaði, fór að sofa með verk og daginn eftir var hann ekki alveg farinn, skilur. Það var rosalega mikill skellur. Og þarna ertu bara 15-16 ára? Já, þarna er ég 15, jú, 2021 var þetta. Þannig að, já, já, þetta er ótrúlegt. og já, síðan bara eftir þetta þá alveg svolítið hrundi ég bara. Eftir þetta gabapentín. Ég hélt áfram hjá Naprapat og ég bara, þú veist, vissi bara að ég þurfti að halda áfram að gera það. Það var samt svo rosalega hægvirklaust, skilurðu. Og þú veist, og þetta, af því þetta var ekki, ég var ekkert alveg að skána, sko. Fórstu oft í viku eða? Já, ég fór alveg, ég held ég hafi farið. Ég var náttúrulega að gera æfingar bara hverjum einasta degi. Já. Og já, en mætti, en það var bara rosalega stutt, hann var bara eitthvað brak í mér í eitthvað smá tíma. Og já, síðan heldur þetta áfram svolítið að versna og bara það koma líka fullt af nýjum hlutum eins og ég fer að vera viðkvæmur fyrir því að bara tali og þannig. Byrja á því að vera viðkvæmur fyrir lestri. Það er rosalega merkilegt. Það er eitthvað svona, hvort það hafi verið bara tíðnin, hversu hratt það er talað þegar það er verið að lesa fyrir mann. Og kannski meira monotónist. Já, meira monotónist eitthvað. En það var nú reyndar aðeins fyrr. Þá byrjaði pabbi minn bara að lesa fyrir mig af því að ég gat ekki lesið. Það var bara eina afþreyingin sem ég gat eiginlega fengið. Það var að einhver annar las fyrir mig. Ég gat ekki hlustað á hljóðbók út af því að ég fann fyrir sársauka, þú veist, ef ég var með heyrnartóli eða eitthvað þannig. En fljóta eftir að hann byrjaði að lesa fyrir mig, þá samt finn ég eitthvað svona. Þá byrjaði ég bara að hlusta með eyrnatappa, þá bara setja ég með eyrnatappa og er að hlusta á hann í gegnum þá, það virkar. Þá byrjaði ég að meiða mig á því að vera með eyrnatappa í eyrunum. Þá setja ég bómull í eyrun í staðinn. Þið reyndu allt? Við reyndum allt, sko. Og og þá hætti ég að geta hlustað á lestur þá líka. Og síðan bara heldur þetta áfram að versna alveg hreint. Og ég var farinn þarna í maí þá var bara góðveðrisdagur. Þá var ég búinn að hvíla mig í mánuð. Ég var bara rosalega lítið búinn að gera annað heldur en bara hvíla mig. Og ég var alltaf duglegur að fara í göngutúra samt, þó að það hefði verið pínu á þetta. Ég var alveg hættur að geta farið samt í Kópavogsdalinn. Það var alltaf mikill hávaði þar, þó að það sé nú ekkert þannig sé lætið þar, myndi maður ekki halda. En ég var byrjaður að fara mikið upp í Guðmundalund og fór oft á Helgafellssvæðið. Keyrðum bara heillengi til þess að þá bara þurfti ég að vera með bundi fyrir augun á meðan. Og meðan þú keyra? Meðan ég var að keyra, því að náttúrulega auglýsingaskilti út um allt. Og þannig. Og þú veist, einhvern tímann einstaka sinnum stalst ég til að horfa út og þá annarkvæmt lenti ég að sjá hvort eitthvað auglýsingaskilti eða... Og fannstu strax bara verk? Já, þá bara ég tók eftir að það var auglýsingaskilti þarna eða ég las of mikið af stöðum og bara plomps kom hérna í gagnaugun, bara hausverkur. En þannig að ég bara reyndi að hvíla mig ógeðslega mikið og
síðan bara, og einmitt hélt áfram að sjá fullt af einhverjum mismunandi hjálpum. Ég var byrjað að fara til sjúkraþjálfara, ég fór í nálastungur. Og þú veist, ég eiginlega fann aldrei neitt. Það hjálpaði mér aldrei neitt. Ég fór til fullt af heilurum, allavega 2-3 heilara. Og það einmitt bara gekk frekar illa. Ég var oft lenti ég í því bara að þegar ég fór út á einhvern stað og ætlaði að fara á einhvern stað til einhvers aðal sem var að hjálpa mér, þá bara lenti ég í einhverjum hávaða eða eitthvað. Einhvern tíma var ég hjá einhverjum heilara og þá var mótorhjól fyrir utan, eitthvað brjála mótorhjól að gefa í fyrir utan ógeðslega lengi. Og bara eitthvað sem maður myndi kannski undir venjulegum kringumstæðum ekkert endilega taka mikið eftir. Nei, einmitt. En fór bara beint í. Já, nákvæmlega. Hjá þér, já. Og það svo, þú veist, síðan lenti ég einhvern tímann í því að þá var, þú veist, bakmyndavélin, eða þú veist, nei, ekki bakmyndavélin, þannig svona skynjararnar á bílnum sem að passa að maður kless, svona bípa. Þá var, þú veist, þá var komið frost á þá. Og þannig að það tísti allt bara í bílnum endalaust og það var ekkert hægt að gera í því. Og þannig að ég þurfti að hlusta það og það er rosalega óundarlegt að vera hræddur við hljóð. Af því að þetta er eitthvað sem þú veist, þú sérð þetta ekki og þú kemst ekki hjá, af því þetta eru bara einhverjar bylgjur sem að þú getur ekki gert neitt í. Þannig að þetta er alveg hræðileg aðstæða að vera hræddur við hljóð og vera einhvern veginn lokaður í einhverju rými og komast ekki út einhvern veginn. Þetta er eitthvað sem að ég sakna sko alls ekki. Þetta var eitt af því versta sko, var þessi hljóðfælni þó svo mögulega að það komst ekki í skjá og þannig hafi þú veist svona og geti ekki lesið hafi gert margt annað erfiðara þá var þessi hljóðfælni svona eiginlega verst. Og já, síðan bara fór ég einhvern tímann og þegar ég fannst ég vera búinn að, það var einhvern tímann í maí, þá var ég búinn að bara hvíla mig alveg rosalega mikið. Og bara trúði ég að ég væri orðinn aðeins skárri og ég bara fór út í fyrsta skipti í langan tíma bara með vinum mínum í frisbeegolf. Bara eitthvað í Kópavogsdalnum, bara eitthvað rólegt. Og síðan bara var of mikil birta, skilurðu, einhvern veginn. Og ég var með bara sólgleru á mér og allt, en það bara dugði ekki til og ég fekk bara svaka bakslag þar. Og ég jafnvel bara, þú veist, og það var það slæmt bara að ég byrjaði að fá hausverk út af legókubb. Það var bara eitthvað... Það var bara ekkert gert. Já, ég var bara við að horfa á legókubba, þá tryggaði það hausverk. Wow. Það var bara eitthvað við að sjá legókubba. Varstu þá búinn að vera að kubba mikið? Já, þá var ég eitthvað aðeins byrjaður að gera það og bara kom með hausverk af því. Það var alltaf, maður fann sér alltaf eitthvað smá skemmtilegt til að gera aðeins til þess að létta lífið og þá bara, síðan bara eitthvað bakslag og þá bara var það farið. Og ég var hættur að sko, síðan lenti ég líka í því að bara ljósmyndir, ég var farin að fá hausverk út af ljósmyndum líka. Við tókum all málverki niður heima hjá mér. Í alvöru? Einmitt. Við vorum með mjólkuferðina, hún var í sokk til að ég geti hellt mér mjólk sjálfur. Vá, þetta er bara eins og í bíómynd. Þetta er bara, ég hef oft heyrt sko lýsinguna, það er ég hef nú reyndar ekki séð þættina, þetta er þarna Breaking Bad sequelið. Það er já þetta var nú líka í Breaking Bad, þá er einn maður sem er með bara svona óþol fyrir allri tækni og þolir ekki fara út úr húsi. Ég var svolítið sá gæi sko. Men nú erum við komin í maí, þetta er komin 7 mánuðir. Já, þá er ég bara, ég er ekki búinn að nota tækni þarna í
í 7 mánuði nánast. Eða náttúrulega var eitthvað að hlusta á podcast og svona fram í nóvember. En þá ég búinn að vera bara 5 mánuði bara algjörlega án allra tæknir. Og já, þetta bara heldur áfram. Og við héldum... 8 mánuðir. Já, einmitt. Og við héldum áfram að fara til lækna. Síðan var eitthvað grunað að ég væri með sjálfsónæmi. En það einhvern veginn, það var það ekkert úr því. Og ég fór til alls konar sérfræðinga, bara miklu fleiri heldur en ég get talið upp. Ég held að mamma hafi tekið þetta saman. Ég held að hún leitaði til 27 sérfræðinga eða eitthvað. Eða þú veist, eða 27 fagmanna náttúrulega með heilurum og alls konar fólki. Og kostnaður sem fylgir því. Já, það er gigantískur. Nákvæmlega. Og það sem meira er á þessum tíma, það var svona í maí, þá svona fer þetta í alvörunni að hrynja, af því að þú veist, þú myndir kannski halda að þetta væri orðið slæmt núna, en þetta var bara eitthvað djók hvernig það var miðað við hvernig þetta varð yfir sumarið, sko. Í alvöru. Þá var ég var búinn að skipta herbergi við ég var búinn að skipta nokkur sinnum herbergi. Fyrst skipti ég við foreldra mína, þau voru bara í svona 8 sem var aðeins skárri. Síðan skipti ég við bróður minn og var komin niður í kjallara, bara af því að það var minna hljóðin bárust ekki eins mikið. Þetta var svo mikið sko að við vorum svo mikið að reyna að koma í veg fyrir öll svona hljóð sem gátu borist inn í húsið, sko. Og það var á þessum tíma, þá var ég orðinn það viðkvæmur, sko, að flugvélarnar voru rosalega mikið farnar að fara í mig. Og ég er náttúrulega í Kópavoginum, býð þar, og það er náttúrulega alveg frekar stutt bara. Flugum fyrir Stutt í Reykjavíkurflugvöll. Og við vorum farin að spá í hvaða átt það væri með hvaða flugvélarnar tæki. Við vorum eitthvað, ég man nú ekki hvaða átt það var, en við vorum að bölva einhverri einni átta, því að þá flugu alltaf Ísafjörður og Akureyri bara beint yfir húsið. Þá var niðri, það var eitt herbergi sem bara svona klósett, bara svona lítið auka klósett niðri, sem var alveg, það var engir gluggar. Eina herbergið í húsinu sem alveg gluggalaust, sko. Þannig að þá bara hljóp ég alltaf þangað og þurfti að fara þar og halda fyrir eyrun. Bara meðan flugvélarnar flugu yfir. Já, hérna hér. Já. Þannig að sumarið var bara skelfilegt. Já, síðan eru líka hluti sem að fólk kannski spáir ekki út í. Síðan bara er komið sumar og fólk þarf að byrja að slá húsin sín. Slá grasið. Slá grasið. Og þannig að það var bara eitthvað sem ég þurfti að díla við nokkrum sinnum í viku, bara að, nágrannarnir byrjar að slá, við þurfum að spretta út úr húsinu og keyra eitthvað og flýja í burtu. Það er bara þannig. Ég var ekki Hvað gerðist? Var það alltaf þessi verkur sem þú fékkst þá ef? Það var alltaf þessir ýmsu verki, hvort sem það var hausverkur og síðan, ég fékk bara svona verk í andlitið við hljóð, bara svona niður kinnarnar. Þetta er held ég vakustaugin. Síðasti þáttur var nefnilega vakustaugin. Það sem er svo ótrúlega áhugavert að fá þig núna. Sem er bara lýsandi dæmi að vakustaugin fór bara í rugl, stjórnstöðin. Já, einmitt. Stjórnstöð taugakerfis. Einmitt. Og það var bara verkur og einmitt, þetta var verkur þar sem vakustaugin rennur, sko. Hérna. Og ég einmitt, oft svona kjálkinn líka svona stífnaði upp og ég gat svona bara svona brakað í kjálkanum eftir að vera búinn að vera í miklum hávaða. Og síðan bara
við náttúrulega bara enduðum á því að bara tala við nágranna okkar og segja þeim hver staðan væri. Þannig að þau bara alltaf létu okkur vita hvenær þau ætlaði að fara að slá og þá bara flúðum við í smá tíma það á meðan. Og við vorum síðan sko að því að þetta var rosalega erfitt að komast hjá þessum hljóðum. Og byrjum að setja frauðplast fyrir gluggann bara til að koma í veg fyrir hljóð. Og síðan á endanum þá útbý og pabbi bara svona steinulla plötu sem við bara settum fyrir gluggann bara til þess að koma í veg fyrir að hljóðin bærust inn. En náttúrulega flugvélarnar gátu samt. Já, þetta er En annars var ég öruggur nema bara ekki frá sláttuvélunum og flugvélunum. Þá þurfti ég að flýja, sko. Og síðan var það bara orðið þannig að ég var búinn að minnast aðeins á bakið. Það var bara á þessum tíma, þó ég kannski fari ekki djúpt út í það, þá var það búið að vera alltaf að versna líka. Og það var lengi búið að vera þannig að ég gat ekki legið á bakinu upp í rúmi nema bara rétt svo þegar ég ætlaði að fara að sofa. Það var bara út af einhverju við dýnuna eða eitthvað, þá fannst mér það óþægilegt. Þannig að ég var bara oft bara liggjandi á gólfinu. Já. Bara til þess að mér leiði eiginlega best þannig og síðan var ég líka oft bara, þar á milli var ég bara standandi. Og síðan var ég fyrir löngu búinn að mynda hælspora líka, komið það. Og á þessum tímabili þarna sumarið þá byrjaði ég að standa meira. Bara því að ég var byrjað að fá verk í bakinu við að sitja og að liggja í rúminu, þannig að það var annaðhvort að standa eða liggja á gólfinu. Þannig að þá byrjaði hælsporin að vera ennþá verri, náttúrulega bara þegar ég var að standa. Þannig að þá keypti ég einhverja dýnu til að standa á henni og þá eitthvað byrjaði ég með mjóbakinu í staðinn út af því. Þetta var bara svona keðjuverkur. Já, þetta var bara svona keðjuverkur. Þá var þetta hætt að vera bara afþreyingin sem var að hverfa, heldur bara allt sem bara hlutir sem þarf til þess að geta bara verið til, skilurðu. Nú hugsa örugglega margir sem að hlusta, hvað fer í gegnum hugamanns? Á svona þegar maður getur ekki gert eitthvað. Langaði aldrei bara að gefast upp? Var maður ekki bara, maður var alveg bugaður þarna. En ég veit ekki, ég hef alveg heyrt frá mörgum bara sem ég segi þetta bara sem að einmitt bara segja bara vá, ég hefði aldrei getað ennst svona lengi bara án snjallsíma, skilurðu. En ég veit ekki alveg, Þú hugsar í lausnum bara? Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en það bara lífsviljinn var greinilega sterkari, sko, en það, þó þetta hafi nú verið rosalega aumt líf þarna, allan undir lokin, sko. Og mikil segla, myndi ég segja. Já, einmitt. Þrautseigja kannski. Já, jafnvel, sko. Já. En fer svo að birta til? Hvenær fer að birta til? Já, það er þarna í ágúst. Næstu því árið seinna? Já, það eru 10 mánuðir, segi ég. Þá er ég í algjörum lágpunkti í ágúst. Þá ég lendi í því, var í einhverjum göngutúr og þarna Helgafellssvæðinu og þá bara keyrir eitthvað fjórhjól bara alveg fram hjá mér, skilur. Það er alveg bara rosalega mikill hávaði. Og það alveg fer með mig og þá er svona fyrst sem að ég bara svona hætti að þola bara svona tal. Þá þarf ég bara svona biðja bara mömmu mína bara, heyrðu, geturðu bara ekki tala. Og það var einhvern tímann, sko, það er kannski ýktasta dæmi, þá bara sat hún og var að prjóna. Og ég bara þurfti að biðja hana, heyrðu, geturðu hætt að prjóna. Ég heyrðist þú mikið í prjóna? Ég er að finna fyrir verk. Þannig að, þú veist, ef við miðum við það, ég var þarna, skilur, ég var bara liggjandi á einhverju svona smá dýnu, smá teppi. Það mátti ekki vera of hart. Ég mátti ekki alveg sitja á gólfinu
mátti heldur ekki standa né sitja. Ég þurfti að vera einmitt á réttri mýkt af teppi liggjandi á gólfinu. Ég var á þeim stað og síðan bara pröfum við bara heyri pabbi af einhverju meðferð, af því við erum bara alltaf við bara pröfum bara allt sem okkur datt í hug. Heyrir af einhverju meðferð, þá var einhver kona vinnufélaga hans hafði fengið bara óþol fyrir bara húsinu sínu. Og það var eitthvað svona einmitt bara Myglu eða eitthvað eða? Það var ekki mygla, sko. Það var, ég held að hafi ekki verið mygla nefnilega. Það var það sem var svo skrítið. Að það bara fekk óþol fyrir húsinu sínu og fekk bara, hvort það hafi verið bara, hann fekk hausverk einmitt eða eitthvað. Bara við að vera í húsinu sínu og var búinn að fá hausverk bara við að vera nálægt börnunum sínum. Þannig, og hann allavega, þetta var einhver kona, samstarfsfélaga pappa eða eitthvað sem lenti þessu og hún allavega mældi með þessari konu sem var með sem heitir PTTR meðferð. Þetta svona taugameðferð og hún mætir til mín og mamma talar við hann alveg heillengi og segir henni bara hvernig þetta allt saman og á meðan ég niðri. Síðan kemur hún niður til mín og fer að vinna í mér. Og þetta er rosalega skrítin meðferð. Þetta er alveg svona, þetta er alveg lygileg meðferð, hvernig þetta virkar. Af því það er svona verið að sýna manni svona, maður er að horfa á svona blöð með X-i og 2 strikum og út frá því getur hún fengið upplýsingar taugakerfið manns. Þetta stendur fyrir eitthvað proprioceptive deep tendon reflex. Já. Veistu hvað þetta er á íslensku? Eða? Þetta held ég ekki, það er ekki til þýðing fyrir þetta á íslensku. Þetta er víst eitthvað orðið úrelt nafnið á þessu, þetta er orðið stærra heldur en bara það. Okay. En hún allavega kemur niður til mín í drungalega kjallaran herbergi sem að ég er núna komin í. Hún kemur bara heim, þú þarft ekki einu sinni að fara? Nei, ég treysti mér ekki til þess. Ég treysti mér bara engan veginn til þess. Það var eina sem ég var á það slæmum stað að ég bara gat ekki farið út úr húsi. Þetta er engum kringumstæðum. Og hún byrjar á því bara að það er svona lampi yfir með svona óbeina birtu bara því að ég var hættur að þola ljósið upp, bara svona venjulega ljósið. Og hún byrjar á því bara svona að lýsa því í augun á mér, bara í vonum að ég fái hausverk við það. Og ég einhvern veginn, og ég bara læt leyfinni bara að gera þetta. Ég var samt rosalega smeykur fyrst, sko. Og hún er eitthvað að gera. Ég fann nú ekkert engan þannig sér bata. Síðan gerist það að það flýgur flugvél yfir. Á meðan hún er? Og ég panika bara. Og ég sprett inn á klósett, bara eins og ég geri alltaf. Nema hún sprettur með mér. Með mér inn á klósett og þar fer hún að gera þetta. Hún fer að gera æfingar eða svona. Já, þetta er svona meðferð. Ég kann nú ekki alveg nógu vel að lýsa þessu, en þetta er hún basically finnur það sem að veldur sársaukanum eða viðbragðinu, skilurðu, óvenjulega viðbragðinu frá taugakerfinu. Síðan notar hún þessa meðferð, PTTR, og vinnur úr því bara með höndunum. Þetta er svolítið bara svona endurvíra taugakerfið. Og það er kannski ágætislýsing á þessu. Og við það þá bara svona leiðréttir hún þessi vitlausu taugaboð sem eru send. Sem að gerðist af því að ég bara tók eftir því þarna á klósettinu. Þarna flaug flugvél yfir og við vorum ekki,
og vanlega hefði ég alltaf fundið eitthvað smá verk fyrir því, en bara verkurinn kom ekki. Ég bara þessi fáránlegi verkur sem að kom alltaf við að heyra eitthvað hljóð, hann var ekki til staðar. Og eins skrítið það að fá hennan verk fyrir flesta, þá samt var þetta rosalega skrítið fyrir mig að finna ekki fyrir honum, af því að þarna var ég búinn að bara vera vanur þessu í þessa 10 mánuði, sko. Og síðan bara hélt hún áfram og að gera hluti. Hún bara lét bara foreldra mína tala saman og venjulegum hávaða. Og það einmitt, það kveikti, þú veist, á varnarviðbragði hjá mér. En síðan var hún var bara með mér þarna og var að gera þessa rosalega merkilegu meðferð þarna meðan. Og ég bara fann ekki fyrir þessum sársauka. Er þetta ennþá bara þetta fyrsta skipti? Já, það er bara þetta fyrsta skipti. Og síðan fer ég upp, þetta var bara fyrsta skipti sem ég fór upp bara í stofu, bara svona á venjulegum tíma dags, bara í bara svona venjulegri sólabirtu, og ég var bara sendur út að pall og bara horfa á björtu sólina, skilurðu. Og meðan var hún að gera þessa sömu meðferð og einmitt hefði átt að blossa upp svaka hausverkur, en að því hún var að gera þessa meðferð á meðan, þá fann hún út hvað var að, þú veist, hvar í taugakerfinu voru að koma röng boð eða þannig, vann úr því, þannig að ég bara fann ekki, þessi hausverkur spratt ekki upp. Og það sem var merkilega, sko, var að eftir að hann var búinn að gera þetta einu sinni við eitthvað hlut, þá var það ekki vandamál lengur. Þá bara gat ég hlusta á foreldra mína að tala. Eftir að hún var búinn að gera þessa meðferð einu sinni meðan þau voru að tala saman. Og það var bara fullt, og bara strax í fyrsta tímanum, þá bara var fullt af hlutum sem að fóru rosalega mikið tilbaka. Og hún var einmitt að tala um það að, þú veist, að því að það er alltaf eitthvað verkur, síðan er eitthvað annað á baku það sem er að valda því. Það er alltaf einhver orsök. Og það var rosalega mikið hjá mér, víst, þannig að fyrrum verkir og kvíði fyrir fyrrum verkjum voru að valda öðrum verkjum. Þannig að við það að losa úr bara nokkrum af þeim, þá alveg fór þetta bara svolítið allt að smella saman aftur, bara á mettíma, sko. Já. Af því að þarna, ég held hún var kannski í svona rúman klukkutíma hérna heima með mér, og ég var kannski bara ég var bara 40% komin í lag. Vá. Eftir 10 mánuði af stöðugri niðurleið. Vá. Og síðan bara var ég eitthvað aðeins, ég held hún hafi komið 2 dögum seinna, þá var ég eitthvað aðeins byrjaðar að geta gert. Síðan kom hún aftur heim, bara því að ég treysti mér ennþá ekki alveg til að fara neitt. Enda bara búinn að vera, skilurðu, í 10 mánuði, bara passa mig á öllu, sko. Þá tók maður enga sénsa. Og þá kom hún aftur og þá sagði hún bara pappa að setja sláttuvélina í gang og alls konar kveikja kaffivélinni og alls konar dæmi þá fórum við að vinna í hljóðinu og svona og skjábirtunni og eitthvað og þetta bara svínvirkaði og þetta bara gekk tilbaka og eftir þennan annan tíma þá var ég svona 90% bara komin í lag. Sko, ég var aðeins að googla hérna með vorum að spjalla og PDTR. Það er nú ekki mikið til á íslensku en ég fann hérna, sko, PDTR er einstök taugameðferð sem byggð á taugalækningum, líftæknifræði, taugalífeðlisfræði, líffærafræði og miklum rannsóknum. Í þessari meðferð er unnið með miðtaugakerfið. Í stuttu máli sagt er PDTR meðferð
þægileg nálgun á fræðilegum taugalækningum. Og ég þarf kannski ekki að klára þetta alveg, en hvað það sko sem þið að gera í meðferðinni? Er verið að snerta mann eða nudda mann? Þetta er viss snerting sko. Það verið að sko, það er notað svona muscle test heitir það, sem þá er notað eitthvað vöðva og það er bara að vera að skoða hvort hann sé að starfa eðlilega og þá ég held að þetta sé sambærilegt við þarna drif- og sef-kerfið. Þetta kallast að vera hyper og off. Ég held að þetta sé sambærilegt við það að... Þetta parasyntetíska kerfið og sympatíska kerfið, sefkerfið og drifkerfið? Já, þetta svona svip, ég held að þetta er pínu byggt á því. Ef þú ert ef að drifkerfið í gangi, ef þú ert hyper eins og þetta kallast hjá þeim, þá eru vöðvarnir sterkari. Ef að það sem að hún gerir að hún ýtir á vöðvan og út frá því getur hún séð hvort þú sért. Er þetta svolítið eins og að vera í fight or flight? Já, þetta það sama. Fight or flight og rest and digest. Þetta sama bara og drifkerfið og sefkerfið sé í gangi. Og hjá þeim heitir þetta hyper og off. Þannig að hyper væri þá drifkerfið og off væri sefkerfið, ef ég skil það rétt. Og ef þú ert hyper þá vöðvinn stífur og þá getur meðferðaraðilinn þá nær hann ekki yfirbuga styrkleikann, þá nær hann ekki að færa vöðvann, skilurðu, að þeir sterkur. En ef að sefkerfið í gangi og þú ert off, þetta er ekki alveg það sama, en þú getur hugsað þetta á svipaðan hátt, af því að þú ert alltaf bæði, skilurðu, en ef þetta er ýkt í aðra hvorum áttina, skilurðu. Annað er yfir hendina. Ef þú ert hyper þá drifkerfið alveg fullu forsi og ef þú ert off þá sefkerfið bara alveg virkt og ekkert drifkerfið í gangi. Sko eins og ég byrjaði nú að segja í viðtalinu að þá sagðir þú mér þessa sögu í fjallgöngunni. Já, einmitt. En það sem mér fannst nefnilega svo áhugavert var þegar ég spurði hvað við ætlaði að gera eftir stúdentspróf, þá sagði þú ég ætla að fara að læra PTTR meðferð og þá hafði ég aldrei heyrt þetta. Og ég hugsaði hvað fær 19 ára strák til þess að vilja fara að læra. En nú skil ég af hverju. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega þegar maður fær lausn á einhverju svona stóru. Já, einmitt. Og mér finnst þetta líka bara svo, það vantar svo mikið, ég hef allavega tekið eftir því, eftir mína upplifun af heilbrigðiskerfinu, það vantar svo mikið svona alvöru lausnir sem að fara í rót vandans. En ekki bara eins og mér finnst svo mikið með þessi lyf, allavega minni reynslu, sérstaklega hvað varðar svona taugalyf og svoleiðis, að þetta aldrei neina almennilegar lækningar. Þetta í mesta lagi einhverjir smá plástrar, þú veist. Og þú veist, eins og bara þetta gabapentin, þú veist, þetta er ekki boðlegt fyrir ungt fólk að taka, skilur. Þetta er bara að deyfa taugarnar, skilur. Þú nærð ekki, ég bara trúi ekki að þú nærð ekki endurhæfingu, þú nærð ekki að laga taugakerfið ef þú ert að bæla það niður með lyfum. Enda heyrði ég það að þessi PTTR meðferð, hún virkar ekki almennilega ef þú ert á svona lyfjum. Af því að þú þarft, Taugaboð þurfa að virka. Það það sem svo frábært við þetta, að með þessari meðferð, þá ertu bara svona, þá bara að vera krukki í þér eitthvað. Og það bara svolítið svolítið bara svona koma kerfinu á núllpunkt og leyfa því að taka við og endurræsa sig. Þetta svolítið bara svona eins og að slökkva og kveikja svolítið á kerfinu, held ég.
Þetta er ótrúlegt, sko. Já. En ég spyr alla sem koma til mín einnar spurningar og hún hvað er heilsa fyrir þér? Já, einmitt. Þannig að mér langar svolítið að vita hvað er heilsa fyrir þér í dag og hvað heldur að heilsa hafi verið fyrir Sölva Frey áður en hún veiktist? Já, einmitt. Sko, ef ég byrja bara á heilsunni áður en ég veiktist, þá bara var ég, satt best að segja, bara ekkert þannig séð að spá í heilsu, þannig séð, sko. Ég var eiginlega ekkert að spá í því. Ég bara, fyrir mér þýddum örugglega að mæti í íþróttatíma eða eitthvað, sko. Já, einmitt. Ég held það. Ég held líka að sé bara eðlilegt. Já, en maður er ekkert að spá í þessu, sko. En eftir þessa meðferð, eftir þetta allt saman, þá hef ég alveg verið að spá í þessu rosalega lengi, sko. Og kannski svona á framhaldsskóla árunum, þá svolítið náði ég að átta mig almennilega á því hvað heilsa þýðir fyrir mér. Ef ég vitna í eitt sem að ég lærði hérna í MH, sem er sennilega bara það sem ég finnst vera hvað áhugaverðast, sem ég hef lært bara á allri framhaldsskólagöngunni minni, þá er það þetta líffræðilegt hugtak sem að heitir samvægi. Mér finnst það alveg rosalega áhugavert fyrirbæri. Það er sko, í grófu máli þá er það bara þegar líkamsstarfsemin er haldið í jafnvægi. Og þetta er bara heiti yfir það ástand þegar öll kerfi líkamans vinna að því að halda innri aðstæðum hans stöðugum, þrátt fyrir að allt í umhverfinu, bæði innan og utan líkamans, sé alltaf að breytast. Alls konar áreiti. Þannig að fyrir mér, þetta er bara eins og hvernig við sprautum insúlín inn í blóðrásina þegar við erum með háan blóðsykur og hvernig ónæmiskerfið er að ráðast á bakteríur sem að komast inn til okkar og jafnvel ótrúlega fullkomin líkamann. Já, við erum með svo fullkoman og jafnvel bara hvernig þegar okkur er orðið kalt þá sendum við boð og við hristumst bara til að við hitnum upp, skilurðu. Mér finnst heilsa vera bara þegar þetta samvægi er til staðar og það að stunda það að vera með heilsusaman lífsstíl, það er bara að efla þetta samvægi og passa að raska það ekki. Hvernig hugsar þú þína heilsu í dag þá? Ég nefnilega, ég er eftir þessar aðstæður, það er kannski á öðru leveli, en þá maður hugsa svo fljótur að gleyma hvað maður hefur það gott. Það er svolítið það sem að ég lærði af þessu, af því að bara það að geta vaknað á morgnana og farið í skólann, skilurðu, bara það eru bara algjör forréttindi. Og þar með, fór ég núna strax maður getur bara útfært það á svona þessa típisku heilsu. Bara það að svona til framtíðar að verði ekki veikur, skilurðu, ekki á eitthvað svona fáránlegan hátt eins og gerðist með mig, heldur bara... En bara leggja inn í heilsubankann sem nákvæmlega, bara allt þetta venjulega sem allir eru að glíma við, skilurðu. Þá get ég bara svona ímyndað mér að ég veit hvað ég er heppinn núna líka að vera ekki með allt það, eins og ég er heppinn að vera ekki með ennan fáránlega sjúkdóm, skilurðu. Og þannig að þá vil ég gera sem mest til þess að það sé líka í lagi. Og þá er þeir náttúrulega líka fyrirbyggja það að lendi ykkur svona hræðilegu aftur, sko. En var einhvern tímann komið, greining eða nafn á því hvað var að hrjá þig? Nei, aldrei. Það fannst ekki, sko. Það var bara taugakerfið var bara ekkert að fúnkera. Já, einmitt. En það var ekki, það var engin, sko, þetta var bara ótilgreindur sjúkdómur, 360.
En finnst þér margir, kannski sérstaklega einhver á þínum aldri, finnst þér við taka heilsunni bara sem sjálfsögðum hlut? Ég held að það er bara í eðli mannsins. Maður veit ekki hvað maður hefur það gott fyrr en það er farið, sko. Ég held að það sé ekki bundið við neitt sérstakann aldur. Nema kannski bara frekar að gamalt fólk eða þú veist, í eldri kaldinum, þegar eftir svona eldist, þá ertu líklegri til að verða fyrir einhverjum svona veikindum og þá ferðu kannski að taka því alvarlega. En það er náttúrulega, það er miklu auðveldara að fyrirbyggja hlutina heldur en að lækna það eftir á. Það er nefnilega málið, sko. Þannig að ég ætla að líta alltaf á þetta. Ég lít á alla hreyfingu sem ég geri sem bara fjárfestingu. Já, Af því að ég veit að ég mun fá hana tíma tilbaka seinna í lífinu í staðinn. Og mér finnst ég er nefnilega að ég get nú haldið áfram og sagt þér meira með að haldið áfram að svara spurningunni þinni sem þú spurði mig í fjallgönguáfanganum. Já. Mér langar nefnilega, það er annað sem mér langar líka til þess að gera pínu í lífinu og það er svona í svipuðum dúr og ég er búinn að vera að tala núna. Það er að ég er að hugsa, mér langar rosalega til að læra þetta PTTR. En síðan langar mér líka rosalega til að fara í læknisfræðina líka. Frábært. Og reyna bæði að verða galdralæknir sem er með MD-gráðu samt líka. Ég held að sé alltaf gott að vera með hefðbundnar og óhefðbundnar saman. Ég held það nefnilega, af því að síðan er líka bara við búum því miður í þannig samfélagi í dag að það er bara ekki tekið mark á neinum sem er ekki með læknisfræðigráðu þegar hvað kemur á öllu svona. En mér langar líka nefnilega svolítið, ef ég færi í læknisfræðina, þá langar mér svolítið til að fara í lækningar í forvarnaskyni. Ég hugsa að mér finnst það að vera rosalega heillandi af því að eftir því sem ég kynnst með lækna, þá langar mér ekkert sérstaklega mikið til að sitja okkur í stofu og skrifa upp á eitthvað taugalyf, skilurðu, sem eru að Þú heyrir í mér þegar þú útskrifast sem læknir og ég verð með þér í liði í fyrirbyggingunni. Jú, sko, heldur betur. Þetta er bara að dýrmætasta sem við getum raun og veru gert. Við erum að spara heilbrigðiskerfinu fullt með fyrirbyggingu. Nákvæmlega. Og þetta er bara svo magn. Og meðvitund, að fólk sé meðvitað eigin heilsu og að við höfum áhrif á hana. Einmitt. Og mér finnst bara fáránlegt að það sé ekki meira lagt í þetta hér á landi. Það er bara svo, ég held að þetta sé rosalega erfitt af því að sjúkdómar eru orðnir svo algengir og 80%, einhverstaðar heyri ég þessa tölu, 80% af öllu fjármagni fer í það, sjúkdómana og allt, skilurðu, en þannig að það er svo lítið eftir fyrir fyrirbyggjum. Já, nákvæmlega. Það er heldur bara stóra vandamáli. Einmitt. Það þyrfti maður reyna að snúa svo við. Nákvæmlega. Þetta er rosalega mikill vandi, sko. Já, mér finnst þetta bara æðislegt samtal og bara, maður heyrir bara hvað þú ert þroskaður, þú veist, með við árin þín. Já, þetta er reynsla sem að maður, þetta er reynsla, ég veit ekki, það er erfitt að segja hvort ég hefði verið til að sleppa þessu, af því var það erfitt, sko. Ég held samt að ég hafi grætt mikið á þessari reynslu, sko, og þetta opnaði augun mín bæði á heim svona óhefðbundinna vísinda og heim lýðheilsunnar. Einmitt. Þannig að þegar þú náðir þér þarna, varstu bara strax góður? Gastu bara strax farið að taka þátt í öllu, eða finnst þú ennþá vera með einhver eftirköst? Sko, ég var rosalega snöggur að ná svona 90-95% bata og síðan komu þessi 5% alveg bara svona á nokkrum mánuðum. Fann einhver smá eftirköst
En voða lítið, ég tók því bara rólega í skóla fyrstu önnina. Já, þú misstir alveg af 10. bekk heila. Já, ég misti 10. bekk. Já. Og síðan fyrsta ári í menntaskóla þá var ég bara í einum áfanga. Ég tók 7 einingar. Já, var það haustið sem þú varst að læknast þarna? Já, heyrðu, það er nú kannski, ég mætti bæta því við að það sem var svo ótrúlegt var með menntaskólan að ég var náttúrulega, ég ætlaði ekkert í menntaskóla, það kom ekki til greina. En pabbi, hann hafði bara í ganni skráð mig inn í MK bara af því að hann vildi bara sýna mér að ég hefði getað komist inn. Og síðan bara gerist þetta og ég fer þarna í seinni tíman til hennar bara nokkrum dögum fyrir fyrsta skóladaginn. Þannig að þá bara mæti ég eiginlega bara í menntaskóla bara strax eftir þetta. Já. Og ég ætlaði fyrst að taka 2 áfanga, síðan bara var það of mikið og ég endaði á því bara að taka 1 og bara fókusaði á það að ná bata. Þannig að það tók því þetta haust að bara ná þér aftur? Já, en þú veist, það var þannig séð, en ég var samt alveg fullkomlega heilbrigður. Ég bara fann það að ég vildi augra sig á mínum hraða, ekki á hraða skólans eða neins. Ég vildi hafa stjórn. Og fórstu svo eftir áramótin þar bara strax í fullt nám? Eða hvað? Svona nánast, já. Þú ert að klára núna á bara réttum tíma? Já, miðað við það að þetta hálfa ár sé ekki tekið með sem ég þannig sé misti af, sko. En jú, og ég fekk allt, ég stóð mig það vel í námi í grunnskóla, ég fekk allt saman metið, sko, þrátt fyrir að hafa mist af meiri hlutanum á 10. bekk. Og já. Nei, þetta er bara ótrúlegt, sko. En mér dettur nú í hug að þegar við erum að tala um hvað hreyfing er mikilvæg, að þá langar mér svo rosalega að minna á að lífshlaupið er á hverju einasta ári í febrúar og mér finnst svo fyndið, ég bjó sko til hlaðvarpsþátt lífshlaupið, einhverjir forvitnir að hlusta í fyrra. Og en lífshlaupið er að byrja aftur núna 1. febrúar og fólk hélt þetta væri sko eitthvað hlaup. Og ég nenni ekki að vera með, þetta er eitthvað hlaup, ég tek ekki þátt í hlaupum. En þetta er alls ekki, þetta er, þú veist, vinnustæðakeppni, framhaldsskólakeppni, grunnskólakeppni og þetta eru hreysti hópar líka 67 ára eldri. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt, þetta er bara til að hvetja fólk til daglegar hreyfingar. Og maður getur skráða inn í kerfi, maður getur búið sér til hóp inn á lífshlaupi.is. En mér langaði bara svo að minna á þetta, því að þetta er svo gott tækifæri fyrir þá sem vilja byrja að hreyfa sig, að fara á stað. Þannig að bara hvet alla til þess að kíkja á heimasíðu lífshlaupsins og ISI er með þetta. Og byrja núna 1. febrúar, það er bara stutt eftir að þessi þáttur fyrir loftið. Þannig að það er nú bara geggjað, sko. En er eitthvað sem þig langar að segja í lokin eða eitthvað svona heilræði til hlustenda eða? Mér langar bara til að segja frá konunni sem er ástæðan af hverju ég sit hérna og get talað um þetta. Hún heitir allavega Jórunn Símonardóttir og hún er með heilsumiðstöðina í Reykjavík. Þannig ég mæla allavega endilega með því að ef það er einhver sem þekkir einhvern eða eitthvað sem er með í svona svakalega aðstæðu. Sérstaklega eitthvað svona í svona tauga, sem það er eitthvað svona taugafræðilegu vandi af því að þetta þegar þetta taugafræðilega samvægi er í raski, skilur. Ef það er eitthvað flötur að það getur verið svoleiðis vandamál, þá mæli ég hygglust með því að pröfa svona PTTR meðferð. Ég hefði sko aldrei heyrt um þetta áður en þú sagði mig frá þessu. Nei. En ég er með eins og heppin að ég er með nokkra samstarfsaðila í hlaðvarpinu. Nú? Já, það er til þess að geta gert svona flotta þætti í hverju mánuði nokkra í mánuði meira að segja. Þá er svo heppin ég með Spíran sem er geggjaður veitingastæður í Garðheimum. Frábær veitingastæður, geggjað naut og bernesla. Það er nú kannski ekki
heilsusamlegasti Jú, mat. það er Nú, nefnilega, jú, er af því að það? þau nota ekki hveiti og sykur í matinn sinn. Ok. Og nota ólífuolíu í allar sósur. Í bernesósuna? Þannig að, eða smjör í bernesósuna auðvitað. Já, ok. Auðvitað, smjör. Já, það En er ég er að kannski segja í lagi í ekki litlu einhverjar magni. svona oljur sem að til ekki eins góðar. Já, nákvæmlega. Já, svo er þín fegurðsnyrtistofa og svo er Virkja sem er markþjálfarskóli sem ég mæli sjúklega með. Ef þú vilt einhvern tímann að læra eitthvað svona fara á dýptina, þá mæli ég með markþjálfun hjá Virkja. Og svo er heilsuhyllan og heilsuvörurnar í þessum mánuði hjá heilsuhyllina eru vörur frá Better You og ég er með hérna gjafapoka frá þeim Já, ok. með vörum frá Vá. Better You, Geggja. svona geggjuvítamín spray, Ok. C-vítamín og D-vítamín sem er nauðsynlegt náttúrulega í skammdeginu Já, og svo ef þú átt baðkar Já. þá er magnesium flögur Nei, til þess að what? setja í baðið. með Get ég lavendel. baða mig í magnesíu Já, getur fyrir baðað- svefnin? Já, og What? þetta hjálpar nefnilega við slökun og ró á taugakerfinu. Er það? Þannig að þetta er hérna bara mjög held ég viðeigandi og ég mæli með vörunum frá Better You bara alveg þvílíkt vel. Þannig að hérna bara gjör svo vel. Snill. Geggja, þá get ég bara Gaman að fá pakka, alltaf gaman að fá pakka. en það ekki. Heyrðu Sölvi, takk fyrir Já, að takk koma hérna upp í sömuleiðis. MH, gamla skólanum. Já, einmitt, það er nú gaman að kíkja við aftur Er svona. það ekki? Mjög svo. Æðislegt. Og ég bara er alveg vissum að þetta mun hreyfa við einhverjum, þetta viðtal. Þetta er náttúrulega svo mögnu saga, sko. Já, Þannig að algjörlega. bara takk kærlega og gangi þér rosalega vel og þú heyrir svo í mér þegar þú klárar læknisfræðina. Já, Þá heyrist þú aftur. Takk. takk fyrir. Þá verður þetta ekki lengra í dag, en mér langar að hvetja alla hlustundur til þess að fylgjast með Facebook-hópnum með lífið í lúkunum hlaðvarp og líka að fylgjast með Heilsu Erlu á Instagram. Þar setjum ég oft inn hvaða viðmælendur eru væntanlegir eða hafa nýverið hjá mér og þið getið fylgst svona aðeins með að bak við tjöldin. Ég segi bara takk fyrir í dag. Bless.